Það var komið að febrúarleiðsögn fyrir krabba. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem megið. En við dembum okkur bara beint í lesturinn. Svona. Kæri krabbi, það fyrsta sem ég sé er að núna síðustu misseri þá hafa tilfinningar þínar verið svolítið hátt uppi, eða sko hátt upp á yfirborðinu. Skelin þín kannski svolítið þynnri en venjulega, þannig að þú hefur verið berskjaldaðri. Tilfinningar þínar sjáanlegri og erfiðara fyrir þig að brynja þig, þannig að það hefur verið ákveðin áskorun. En núna er jafnvægi að koma yfir og það er að aukast, þú ert farin að svona þekkja þig aftur í umhverfið þínu og jafnvægi aftur á milli þess að upplifa tilfinningar og að vinna með þeim. Þú ert búin að finna jafnvægi aftur í því að vera örlítið berskjaldað og ekki upplifa ótta með því. Þannig að það er búið að vera ýmislegt í gangi en jafnvægið er að koma til þín. Það er strax munur á því núna og bara fyrir mánuði síðan. Þannig að það er svona farið að slétta svolítið sjórinn hjá þér. Það sem er framundan hjá þér er ákveðið val. Þetta er þitt val, þú þarft að velja hvað þú ætlar að gera núna. Hvaða ákvörðun, hvaða leið þú ætlar að fara. Ætlar að halda áfram á sömu braut, ætlar að beygja til hægri, ætlar að beygja til vinstri. En það er mjög skýrt að þú þarft að velja, þú þarft að ákveða hvert þú ætlar að fara eða fara ekki. Ef þú tekur ekki ákvörðun, þá ertu samt sem áður að taka ákvörðun. Ef þú velur að breyta ekki, halda áfram á sama hátt og þú hefur verið að gera, þá er það líka ákvörðun. Þannig að þú kemst eiginlega ekki undan ábyrgðinni á sjálfu þér þegar þarna kemur, því þú tekur ákvörðuna hvort sem þig langar það ekki. Kemst ekki upp með að skauta framhjá því miður. Og þessu fylgir að þú þarft að velja og hafna, þú getur ekki átt kökuna og borða hana. Þú verður að velja annaðhvort hægri eða vinstri. Það er ekki hægt að vera bara í miðjunni. Þannig að þetta er svona, já, núna er komið að því, þú þarft að velja. En leiðsögnin hérna er á þann hátt að hefur verið að biðja að prófa að stíga skref aftur á bak. Til að sjá betur yfir, til að sjá heildarmyndina, bakka aðeins til þess að fá víðara sjónarhorn. Þú myndir öðlast mikinn skilning við það eitt og þú þarft ekki að bakka mjög langt. Þannig að bara þetta, bara aðeins eitt skref aftur á bak og þá er heildarmyndin mun skýrari. Og þá er líka miklu auðveldara fyrir þig að taka þessa ákvörðun sem liggur fyrir þér. Og það í rauninu opnar fyrir það að með því að taka þetta skref, með því að taka þessa ákvörðun, að þá ert að hefja einhvern nýja kafla, hefja nýtt ævintýr. Þá ert að treysta því að heimurinn er með eitthvað fyrir þig hérna framundan. En þetta er þín ákvörðun. Taktu skref aftur á bak til að
fá víðara sjónarhorn og þá auðveldur að taka skrefið. Sérstaklega núna því að það komið aðeins meira jafnvægi en það sem var bara núna daginn. En þú kemst ekki undan því að taka þessa ákvörðun. Fáum aðeins með dýpt hér. Það nefnilega fylgir þessu með hvað tilfinningar þín voru hátt upp á yfirborðinu og miklar og sterkar og þú svona berskjaldað að það var pínu svo hefðu farið í eitthvað svona uppgjöf gagnvart tilfinningum þínum og svona það eitt að gefa eftir í þær og annað að leyfa þeim að ráða sér. Það var svolítið, þú varst komið svolítið í þetta að láta valdið þitt eftir að gefa þannig eftir tilfinningana þínar að segja svona þetta bara og ekkert við því að gera, svona líður mig bara og það ekkert við því að gera. En núna þá komið þetta meira jafnvægi, skýrari sýn og það einhvern veginn svona, tilfinningan líka rólegri þannig að þær ekki að fara eins harkalega með þig og eins og var daginn. Þannig að það kom svona stundarfriður sem var nægilega langur fyrir þig til að átta þig aðeins á hlutunum. Og svo þetta aftur þetta ákvörðun, þú þarft að velja eða hafna, það þetta. Getur ekki bæði átt kökuna og borða sneið. En bara þetta að stíga þetta skref aftur á baka þá þetta svo augljóst val fyrir þig í raun og veru. Þú sérð alveg klárlega hvað það sem þú þarft að gera og til þess að fá útkomu sem að þú ert ánægt með eða í það minnsta sátt með. Og þá geturðu í rauninni gert það sem að þú taldir þig vera að gera hér með það að gefast upp fyrir tilfinningunum þínum og það þetta að þú gefur þig í traustið. Að þú veist að þú hefur valdið, valið þitt, þú tekur skrefið og gefur þig í traustið. En skrefið engu að síður þitt. Hér þá voru svolítið tilfinningarnar að eiga skrefin og þú bara lagðist í þær. Núna tekur þú skrefið og restin fylgir. Ok, og við skulum fá eitt leiðsagnarspil hér. Örstuð skilaboð rétt í lokin, taka heim og saman. Það hér innsæið. Taktu á móti innsæðinu og kraftinum sem fylgir hinum guðlega hverleika og treystu þinni innri leiðsögn. Sérstaklega núna, það var kannski svolítið erfitt þegar tilfinningarnar voru svona hátt uppi en núna þegar meiri ró þá miklu auðveldara fyrir þig að heyra í innsæinu þínu og geta treyst því. En þú getur treyst því og eins og ég segði þetta með að stíga skref aftur á bak og fá víðara sjónarhorn að það stundum einmitt stíga skref aftur á bak út úr kliðnum svo maður heyri nú aðeins betur í sinni innri rödd. En hleyptu innsæinu þínu að þér og leyfðu því að leiða þig. Það ætla að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin ratið sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.